Já, komið sæl. Ég ætla að fjalla rannsókn sem að við Arna H. Jónsdóttir gerðum mikilvægi menntunar og fagþróun leikskólakennara í vettvangsnámi. Og vandamáli það að á Íslandi ekki margir leikskólakennarar og sem hafa framhaldsmenntun í starfstengdri leiðsögn. Og það sem að okkur langaði að skoða, það sem sagt, við teljum að ástæðan það skortur á leikskólakennurum hér á landi og þar af leiðandi ekki margir sem hafa þessa menntun. Og það sem að gerist líka, það flatur strúktúr sem verður og flestum finnst geta unni starf leikskólakennara og þar af leiðandi verður svona umhverfið kannski ekki eins æskilegt og við viljum að sé í vettvangsnámi. Uppbyggingin þannig að við erum að skoða upplifun hagsmunaaðila vettvangsnámi og hvernig upplifa leiðsögn. Og hagsmunaaðilar í þessu námi eru leikskólakennara, eða þessar rannsóknir leikskólakennara nemar, bæði stað- og fjarnemar, við báða háskóla, Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, leikskólastjórar sem tengjast báðum háskólum, leiðsagnarkennarar sem tengjast líka báðum háskólum og háskólakennarar, en það ekki tekinni sérstaklega fram þar og niðurstöður frá þeim verða ekki kynntar hér, þar sem að það myndi berskjalda það og segja hver þeir væru. Þannig að við vísum í aðra hagsmunaaðila þessar rannsókn. Svona lykilhugtök sem við tölum starfshæfni og fagmennska og samkvæmt skilgreiningu Ragnhildar Bjarnadóttir þá starfshæfni, þekking, færni og eiginleikar sem nemendur geta útfært í starfi á fjölbreyttan hátt eða sem sagt þegar þeir útskrifast sem leikskólakennarar og bundið við þær aðstæður sem starfa hverju sinni. Hún bendir líka á að það tengsl á milli starfshæfni og fagmennsku og það þýðir að þeir sem eru í vettvangsnámi að þeir þurfa að ná ákveðna hæfni, þekkingu til þess að geta elst sem fagmenn. Hugtaki hæfni vísa til þess að vera fær eða hafa hæfni til einhvers sem snýra því sem gera á í starfi. Og það ekki nóg að öðlast fræðilega og hagnýta þekkingu eða tileinka sem mannúðleg viðhorf. Kennarar og þá í þessu tilviki leikskólakennarar þurfa að geta beitt þekkingunni í starfi, bæði í samstarfi við börn og aðra og líka í undirbúningi fyrir nám og kennslu. Leiðsögn eflir starfshæfni og það það að þegar við fáum leiðsögn og fagmáli sem talað, hluta leiðsögn mat og uppbyggileg gagnrýni til samstarfsfólks sem getur verið erfiðasti þáttur raunverulega í leiðsögninni. En kjarni leiðsagna felst raunverulega í því að veita endurgjöf, sýnastuðning og veita leiðsögn. Og það auðvitað rosalega, eða maður getur sagt það margslungi hlutverk leiðsagnarkennarans, ábyrgðin mikil vegna þess að hann þarf að kenna nemanum hvernig starfið á vettvangi. Hann þarf að leiðbeina honum inn í heim fagmennskunar, vera ráðgjafi sem hlustar og hann þarf að vera fær að sýna samúð, hann þarf að hvetja nemann ef nemann upplifir á einhverju augnabliki eða honum skorti kjark eða stendur fram fyrir einhverju áskorun sem hann hefur ekki upplifað áður. Og hann þarf að vera stuðningsaðili sem jafnvel mæli með honum ef það laust starf innan skólans. Og Íslandi getur örugglega tryggt að það vanti leikskólakennara, þannig að það alltaf hægt. En það mikilvægt að leiðsagnarkennari sé vakandi yfir hlutverkinu sínu og þeim áhrifum sem hann hefur á faglegan þroska nemans. Og við tölum í þessari rannsókn fagmál. Og fagmál leikskólakennara nauðsynlegt meðal annars til þess að þeir átti sig á hverju þeir byggja þekkingu sína, hvernig þeir nýta þekkingu í starfi og fagvitund leikskólakennara tengist faglegu samtali og þess vegna verðum við að hugsa fagmennsku og fagvitund kennara sem eru tengdi þættir við starfshæfni. Og eins og ég nefndi áður að þá í leikskóla flatur strúktúr og það þýðir að leiðbeinendur og leikskólakennara það erfitt að greina á milli og leiðbeinendur og rannsóknir hafa sýnt að leiðbeinendur og leikskólakennara jafnvel greina ekki sjálfir munin sín á milli. Og með því að efla fagmál þá getur við undirstrika sérþekkingu leikskólakennara vegna þess að ef það einhver vafi á hver sérþekkingin að þá koma einhverja aðra stéttir eða einhverja aðra aðilar og fara að túlka starf leikskólakennarans. Þannig að það skiptir miklu máli að miðla út af við, vita hver maður og hvað þekkingu maður hefur. Aðferðafræðin, það var í þessari rannsókn voru eiginleg viðtöl við rýnihópa, það voru 10 hópar sem tengdust báðum háskólum. Það voru 5 hópar sem tengdust Háskóla Íslands og 5 hópar sem tengdust Háskólanum á Akureyri.
Rannsóknarspurningin, hver áhrif leiðsagnar á starfsþróun leikskólakennara í vettvangsnámi? Og áskorunir sem við stöndum frammi fyrir þegar við gerum svona rannsókn hér, það er smæð landsins, takmarkaða fjöldi leikskólakennara og tengsl þáttakanda í rannsókninni. Þetta var snjóbolta úrtak og sem getur safna saman hópi með svipaðar skoðanir á málefninu. Og niðurstöðurnar, þar varpa ljósi á mikilvægi leiðsagnar og hvaða áhrif leiðsagn hefur á starfsþróun og fagvitund leikskólakennara. Og í niðurstöðum kom í ljós að áhugi leiðsagnarkennara skiptir megin máli. Og þegar nemendur voru beðnir að rýna í reynslu sína vettvangsnámi, þá ræddu þeir hvernig hlutverk og viðhorf leiðsagnarkennara höfðu áhrif á menntun þeirra og lærdóm á vettvangi. Nokkrir nemendur skýrðu nánar frá því að sú þekking sem þeir bjuggu yfir eftir vettvangsnámi var í raun speglun á hæfni og áhuga leiðsagnarkennarans, hvort sem hún var jákvæð eða neikvæð. Og hér tvær tilvísanir, önnur jákvæð og hin neikvæð. Og Maja sem leikskólakennarnemi og Benta líka, komum með dæmi jákvæðu upplifun leiðsagnar á vettvangi. Maja upplifir þar, hún segir, ég lærði þvílíkt mikið af leiðsagnarkennaranum, hún sýndi börnunum bara svo ofboðslega mikla væntumþykju, umhyggju, virðingu. Maður getur einhvern veginn ekki lært nema af einhverjum ótrúlega færum. Benta kom með dæmi neikvæðu upplifun á vettvangsnámi. Fyrstu vikuna fékk ég leiðsagnarkennara sem hafði engan áhuga á starfinu sínu og var eiginlega bara, ég veit ekki af hverju hún var að vinna þarna. Hún var mjög bara enga virðingu fyrir getu barnan og börnunum sjálfum. Niðurstöður sýndu líka að hæfni til leiðsagna má tengja við þekkingu og menntun. Þátttakendur voru sammála mikilvægis að leiðsagnarkennarar væru með framhaldsmenntun í leiðsögn og leikskólakennarar nema einn hópurinn ræddi að upplifun að sömu leiðsagnarkennarar vissu bara hreinlega ekki hvað var ætlast til að þeim eða hvað hlutverkið þeirra væri í samstarfinu á milli háskóla og vettvangs. Leiðsagnarkennarar ræddu líka mikilvæg þess að hafa þekking á leiðsögn og ræddu að námskeið eða sértæk menntun auki skilning leiðsagnarkennarans og hjálpi þeim leið að styrkjast í hlutverki sínu og efli þá leið sem fagaðila. Nemendur upplifðu mikla tókstreitu að vera í tveimur hlutverkum og kannski það sem ég gleyma að nefna upphafi, en við vitum hér, það er meirihluti nemenda og alltaf 90% þeirra sem eru á fyrsta ári starfa með námi og meirihlutin í nánast fullu starfi og þetta setju þau í ákveðna klemmu og þar niðurstöður sýndu það. Þetta voru nemendur á öðru, þriðja, fjórða og fimmta ári sem voru tekið viðtöl við. Og þeir ræddu að þeir upplifðu þess að tókstreita að vera nemendur og vinna í leikskóla sama tíma og það gerði að verkum að þeir upplifðu litla sem enga ánægju af vettvangsnáminu vegna þess að þeir voru að fá þrýsting frá umhverfinu. Þeir eins og Ali segir, samtala á milli nokkra nema og hún segir nei og þó sért með hennar námssamning til dæmis hjá X eða sveitafélagi sem bara leyfið þeir að fara í 2 vikur í vettvangsnám, þá þýðir ekkert að leikskólinn sé góðum málum og það verður að hafa það á samviskunni að það séu 5 í vettvangsnám á sama tíma. Maggi tekur undir og segir já, ég gerði það í vettvangsnáminu minni og ég fór ekki einn daginn, sem sagt í vettvangsskólan. Ástand í húsinu hjá okkur, leikskólanum hennar, var bara þannig að ég var bara á mínum vinnustað. Og þá svarar einn og segir já, maður er á milli steins og sleggju. Alice tekur undir og segir og þegar það settin á Facebook að enginn megi vera veikur á morguna því að það er ekki neini starfsmenn til að loka leikskólanum, þá mætir fólk veikt í vinnuna og svona skilur þú vilt ekki hafa það á samviskunni. Þannig að það var greinilegt að nemendur áttu erfitt með þessi 2 hlutverk. Og í niðurstöðum kom líka í ljós að menntandi samtal og í því þá gefst færi á að tengja á milli fræða og starfs og einn leiðsagnarkennarinn talar að leiðsagnarsamtölun ef það fyrir rétt fram sem samræða til náms þá þarf að kasta boltanum, nemin og kennaran á milli, að því að kennarin getur alveg lært heilmikið af nemanum, að því að nemin er alltaf á að vera að tengja við fræðina sem vera að kenna í háskólanum. Mér finnst þetta leiðsagnarviðtal vera svona aðal samræða til náms. Og í lokin, mikilvægt að líta nánar í þessa faglegu forystu og hvaða áhrif hún hefur á fagmálið. Upplifun nemenda að vera milli steins og sleggju þar sem þeir starfa sem leiðbeinendur í leikskóla og eru í leikskólakennanámi veldur vissulega áhyggjum og það er vert að skoða það enn betur hvernig við komum til móts við það og
til þess að þeir fái eitthvað út úr vettvangsnáminu þá þarf að skoða betur hlutverk leiðsagnakennarans, þannig að hann sé öruggur í sínu hlutverki, næra styðja við. Í niðurstöðunum kom einnig í ljós að vegna mikillar reynslu, starfsreynslu, að þá fannst sumum verkefnin sem að þeir fengu ekki nægilega ögrandi og leiðsagnakennarar og leikskólastjórnendur upplifðu jafnvel verkefnin sem ofstýrandi og þannig að það tæki og reyndi möguleika til faglegs samtals og eflandi menntandi samtals á milli þeirra. Þess vegna þarf að skerpa á menntun leikskólakennarnema á meðan vettvangsnámið stendur og eins og fræðimenninni Lilja Jörg og Börtur leggja áherslu á að ef þeir upplifa spennu í samstarfi eða spennu utanfrá þá getur það haft mjög slæm áhrif á nemendur. Og rannsóknir sýna einnig að slæm leiðsögn er verri en engin leiðsögn. Það er betra fyrir nemendur að fá enga leiðsögn heldur en slæma leiðsögn. Þannig að þeir ekki beint eftir, þá upplifa þeir taka, þetta fer inn í þekkingu sem þeir síðan grípa í seinna meir sem verður þessi þögla þekking. Og út frá þessum niðurstöðum sem við erum með og með þá stöðu sem íslenski leikskólakennaranemar eru í, samkvæmt rannsókn Amalíu, Þuríði og Höllu, þá þarf að fara í umbótastarf og eflingu samstarfs á milli vettvangs og háskóla, þar sem skert á hlutverki leiðsagnakennara og tilgang vettvangsnámsins. Það má nefna að það þegar hafnar aðgerðir sem stuðla eflingu leikskólakennara námsins hér innan Háskóla Íslands með háskólamótnum, og eins líka bara á landsvísu með launuðu starfsnámi, þar sem að starf kennaranema er metið til eininga og það hefur verið dreifð úr staðlótum og dreifingu vettvangsnámsins, þannig að það sé ekki allt í einum klasa, heldur nær þetta yfir 2 annir frekar. Við leggjum til að næst þurfum að beina sjónum að hvernig efla megi leiðsögn á vettvangi. Takk fyrir.